Hæ, ég er komin aftur! Ég gat ekki ákveðið mig hvort ég ætti að byrja á því að gera eitthvað look eða hvort ég ætti að byrja á því að gera haul-vídeóið sem ég ætla að gera og sýna ykkur allt sem ég keypti. En ég held ég byrja bara því og verði bara ómáluð allt þetta vídeó og meðan ákveði hvað ég ætla að gera í looki. Sko, ég ætlaði reyndar að byrja þetta vídeó á Hæ, ég heiti Heiðdís og ég á við vandamál að stríða sem tengir snyrtivörum. Mér langar helst að eiga þær allar og mér líður rosalega vel þegar ég eignast snyrtivörur og vinna mín er dásamlega af því að þegar ég fæ nýja sendingar þá er ég alltaf að fá eitthvað nýtt og mér er svo gaman að aðrir fá eitthvað nýtt sem versla við mig og svo þegar ég kemst í eitthvað annað en það sem ég er vanaleg í þá verð ég líka rosa glöð og langar að eignast allt og kaupa svolítið ýkt en í staðinn ég keypti engin föt, þið munið, bara svart og make-up og glingur. Keypti þetta ekkert glingur heldur, lélegt. En ég sem sagt var í Reykjavík núna í viku og ég fór aðeins að shoppa og við Iðunn fórum aðeins að shoppa. Við vorum góða saman af því að við fórum í 2 shoppingferðir og það er mjög þægilegt að vera með henni af því hún skilur mann rosalega vel. En Björk vinkona, hún kom með mér eina shoppingtrip og hún skildi aldrei hvað ég var að kaupa mér og eitthvað, af hverju þurfti að eiga svona. En Iðunn skildi mig, þannig að það var mjög auðvelt að fara með henni á veld. Og við sem sagt fórum, ég byrjaði á að fara í MAC fyrir sunnan og það var að koma þessi hérna lína, Toledo, sem að ég viðurkenni, ég veit ekki hvað það er, hvaða fólk og ekki neitt. Ég bara viðurkenni það fúslega. En það eru 3 kinnalitir og allir svona ombre, þú veist, dökkur og lýsist upp. Og leið og við sáum hann og Iðunn var búin að sjá hann, þá sagði við bara já, 2 takk. Þú veist, við bara ætluðum að fá hann. Hann hendar örugglega ljósari húð betur en, ljósari húð en minni betur. En ég er samt búin að nota hann er svo fallegur. Og það var 1 bleikur og 1 fjólublár. Og Iðunn ætlar örugglega að kaupa hann og ég spurði hvenær hún myndi nota hann og hún sagði örugglega aldrei. Og ég bara já, það er rétt, örugglega ekki heldur en það væri gaman að eiga hann. En ég keypti það samt ekki. Ég keypti þennan, hann er mjög skemmtilegur. Og mér finnst alltaf svo gaman að eiga eitthvað svona limited edition. Þetta er svona gummimjúkt, mjúkar umbúðir. Og það er merkilegt. Svo hef ég aldrei átt strópkrím, þannig ég keypti það. Það er alveg svona ljómi og raki og eitthvað goodness. Og mér langar að prófa það. Svo langaði mig að prófa eitthvað make frá þeim. Þetta er aðeins dekkar en ég þarf í dag, þannig ég er svona að hugsa fyrir sumarið. Og þetta er Pro Longwear make og Studio Fix, ég hef átt það, mér fannst það allt í lagi, ekkert eitthvað uppáhald, þannig að mér langaði að prófa eitthvað annað. Svo langaði mig að prófa hyljarana sem eru í alltaf, þetta eru YouTube hyljarar, Pro Longwear hyljararnir, ég tók NVAF 20 og 25, make sem ég tók er NVAF 22. Og þetta er mögulega litur sem ég er að nota í dag og þetta er litur sem ég mun væntanlega nota í sumar. Jafnvel er þetta litur sem ég mun bara blanda saman alltaf. Sniðugt. Eitthvað fleira frá MAC. Já, Prep and Prime púður, þetta er bara laust púður, bara transparent finishing powder. Þú veist, mér langaði bara, ég myndi bara þegar ég var búin að kaupa það, ég átti svolítið í föstu formi. Það er bara gott að eiga bæði. Svo fór ég í make-up store. Fyrsta ferð. Þá varð ég að kaupa, af því að Iðunn sagði mér það. Þá varð ég að kaupa Gleam Dream sem er nýr krem highlighter frá þeim. Og hann er óbúslega fallegur. Ég er með gamlar varalitarklössur á hendinni. Hann er bara svona, ég er bara highlighter sjúk. Mér finnst bara ótrúlega, ég hef gaman að þeim og þessi er fallegur. Þá langaði mér bara að eiga hann. Þannig að ég keypti hann og svo er mér búin að langa í að eilífu Venus highlighterinn þeirra sem er high tech lighter sem er alltaf búin að vera uppseldur þegar ég kem en loksins var hann til og hann er bara svona meira fersku giltur rosa pretty. Mér langaði að eiga hann þannig að hann fór í taskuna. Svo þurfti ég fleiri hyljara af því ég er rosalega hrifin af Reflex Cover hyljaranum frá Make-up Store. Það keypti ég bæði medium og dark og takið það með inn í myndina að allar vörur sem ég kaupi nota ég á kúnnana mína líka. Ég er ekki ennþá komið með
sér tösku fyrir mig en sem mjög þarft. Ég var alltaf með snyrtitöskun, ég var alltaf að taka úr kittinu mínu til þess að vera í snyrtitöskun, þá þetta ég alltaf að færa það á milli, þannig ég þarf eiginlega að fara double up sem umlegt og vera með sér tösku til að svo ég geti bara haft mitt sér og svo allt sem ég nota á kunnunum mína sér. En sem sagt þetta að fara í skúffuna mínar sem ég nota til þess að vinna með og líka sjálfa mig. Þannig að þess vegna ég búin að telja upp 4 heiljara. Það fleiri að koma. Svo keypti ég þennan gloss hann heitir Gritty. Hann brúnn með bláu glimmeri. Þú veist. Og ég á annan frá þeim Makeup Store sem að Magga elskulega sendi mér einhvern tímann í fyrra sem heitir Atomic og hann svartur með grænu og bláu glimmeri. Og ég elska svona öðruvísi hluti sem maður ekkert að fara að nota oft en svona maður fær svona, já, ég ætla að nota þetta núna. Svona öðruvísi, ég bara elska öðruvísi hluti sem ekki til allstaðar og sem þú færð kannski ekki allstaðar og ekki oft og svona einstaka hluti. Þannig ég auðvitað varð að kaupa þennan. Og þetta var sérst Makeup Store ferð nummer 1. Svo fór ég Makeup Store ferð nummer 2 og þá sá ég sérst að Muffin var komin aftur og mér langaði í hann í nýju umbúðunum af því að formúlan öðruvísi og mýkri, sagði Iðunn mér. Og hann svona bestseller hjá þeim, kemur í svona rosa fíni rauðum umbúðum núna. Eða þetta sem ég fekk, ég veit ekki hvort það var í einhverju línu. Muffin sem sagt, og hann líka svona highlighter litur sem hægt að nota sem highlighter. Æði. Heyrðu, Bryndís Klara. Hún var að vinna, við erum bara svona Instagram buddies, þannig þú veist, beauty heimurinn bara orðin lítill á Íslandi og maður bara fann að þekkja alla með nafni og heilsar bara öllum. Hún var að vinna og hún bara, hei, það var að koma nýja vörur, sjáðu. Og ég bara, ok þá. Hún bara, brúðarlínan var að koma, sem að Linda Hallberg held ég hannaði. Hún bara, varaliturinn, hvað svo fallegt. Þú veist, hann svona. Ég bara eitthvað, já, svona bara venjulegur litur, þú veist, maður á alveg svona. Og svo glossinn, og hún bara eitthvað, já, svo hann klístrast hann ekkert og eitthvað, hann rosa fallegur yfir glossið. Ég bara, já, svona glossinn sem maður á bara. Já, fá bæði! Svo var ég að borga og þá voru þær með svo fallegan augnskugga á sér. Ég bara, þetta þarna, þú veist, það sem það voru að sýna mér. Eye-dust frá þeim, sem heitir Rock. Bara brúnt eye-dust, ég á pottit svona einhvers staðar, eða þú veist, eitthvað líkt. Ég bara, ok, fá það líka. Ég ætla að kaupa 1 augnskugga. Æja, allavega, ég sé ekkert eftir þessu, þetta allt saman óbúslega fallegt og ég get notað þetta allt saman. 3. Makeup Store ferðin, þá langaði mér bara að kaupa Wonder Powder. Ég á svona í Kalahari litnum sem ég nota sjálf, en Sahara ljósari og ég myndi nota hann á ljósari húð á kúnunum mínum. Þannig ég ákvað að taka það. Og snyrtiveski frá þeim sem geðveikt og það svona passlega stórt til þess að hafa með sér í töskunni og rúmgott til þess að hafa pensla og allt með sér. Ég á annað veski frá þeim sem allt í glimmeri, very pretty, en það hrynur svo af því að það voru svolítið leiðilegt að hafa í töskunni. Það var komið glimmer í tyggjóið mitt, það var komið glimmer í minnisbókinu mína, það var komið glimmer á spjaldtölunum mína og þú veist, svo var maður alltaf með svona 1 og 1 flekk alls þar. Það var svolítið gróft glimmer en hún var ósvæðilega falleg og núna hún bara búin að stilla henni upp inn í stofu hjá mér eiginlega. Svona milli stofunar og make-up rýmisins míns. Hún bara inn í hillu. En þessi hrynur ekki og ég elska töskurnar frá Makeup Store. Það koma svo ótrúlega oft flottar. Og mér langaði í eina þannig að þeir eru allir búin að sjá hana. Græn, blá, svona hafmeilituð snyrtibutan. Hún var ekki jafn stór á þessi þannig að ég ánægð með þessa. Makeup Store, búið. Ég elska Makeup Store. Ég versla miklu meira af það heldur en nokkuð tíma MAC. Ég á miklu meira frá þeim en nokkuð tíma MAC og mér finnst bara ótrúlega skemmtilega verðna þeirra. Svo duttum við inn í Lyf og heilsu og þar var ESL primerinn sem heillaði mig, augnskuggaprimer og hann sem sagt litaður og mér finnst það þægilegt. Ég nota alltaf Urban Decay eða minn frá Milani og þeir eru báðir litlausir. En þegar maður með mikið, þú veist, þegar maður með æðaslit eða á augunum eða æðaber og þegar maður með brúnauglok eða rauð eða blá eða eitthvað, þá snillt að geta byrjað á því að hylja með primernum þessum. Þannig ég ákvað að taka það. Svo lenti ég í Hagkaup og ég var Björk vinkona var með mér fyrir sunnan og hún átti að fara að naglalakka á mig tærnar og hljómar
vel. Og þannig ég keypti 2 naglalökk frá Depend, þau eru eitthvað svona duochrome. Þetta er eiginlega svolítið líkt glossinu sem ég var að tala eða sem ég var að kaupa á Megastore. Og bara, ég nota ekki naglalakk mikið sjálf, ég er alltaf bara með gel og ég fæ mér stundum á tásunar á sumrin, þannig mér er snillt að geta keypt svona lítið glös. Þessi 2 keypti ég og svo keypti okkur maska og eitthvað. Já, og þá einmitt, þá sá ég að þær voru með Helen Rubinstein og mér er búið að langa að prófa Magic Concealer frá þeim mjög lengi. Þannig að ég keypti hann og það er eitthvað svona, hei, það er 20% afsláttur af möskurum. Ég bara, og hún bara, þú færð kaupauka. Ég bara, umlegt, fá einn maskara, hver er vinsælustur? Og það var þessi Tiger og ég, þú veist, hann er fínn, hann er góður, það er ekki það, en ég þoli ekki animal print. Þannig að mér finnst hann ekki fallegur. Það var einn annað í glimmerumbúðum en ég er búin að heyra hans ekkert spes. En mér finnst Tiger print svo ljótt. Þú veist, ég trufla mig ekki á öðrum, en hjá mér, þetta fer mér ekki. Þið sjáu það bara. Tiger print og ég. Þetta er ekki Tiger print sem ég er í núna. Og bara animal print, bara fer mér ekki. Þannig að, en þetta er góð maskara samt. Og ég fekk með einhverju litla buddu með, þú veist, einhverju lipplömp og krempröfu og farðapröfu og litlu maskara og augnhreinsi bara í fullri stærð, það er mikið smá stál. Þannig að ég þurfti náttúrulega að kaupa þetta. Svo fór ég með Sædísi frænku minni í Hagkaup og var að hjálpa henni að kaupa sér make af því að hún heldur hún geti ekki mála sig og sérst næsta vídeo verður örugglega ég að mála mig fyrir hana, að tala við hana en þið fáðu öll að sjá það og ég að segja henni hvernig hún á að mála sig með vörunum sem hún keypti sér. Hún keypti sér Lancome sama og ég hef verið að nota. Þannig að hana vantaði þess að hyljara með makeinu, þannig ég sagði henni bara að kaupa hyljara og ég keypti mér það bara hyljara líka, þannig að þetta eru orðnir 6 hyljarar sem ég keypti í þessari ferð, sem er bara gaman. Mér finnst bara gaman að prófa nýja hyljara, hvað er þetta? Og ég nota það ekki bara mig, þetta er líka fyrir kúnana mína, þetta er líka fyrir vinnuna mína. Þannig að ég greip hann með og svo bara, hei, goss, eitthvað, koma með nýja vara lita blýanta, eitthvað svona Kylie Jenner dæmi, nude. Bara, já, fá það líka. Bara í rauninni til þess að kaupa bara eitthvað. Ég á bátt, ég veit ekki hann alveg, ég á bátt. Svo síðasta stoppið mitt, það var Inglot og ég elska pigmentin þeirra. Því nú er ég svo mikið búin að horfa Jaclyn Hill. Hún er svo töff og ég fíla svo mikið hárið hennar, auðvitað. Og svo hvað hún er alltaf í svona rauð, kopar, rúst, brún, rauðum förðunum. En það er vist ekkert allir sem fíla það, mjög skiljanlega. Ég var sem sagt alveg inspired af henni þegar ég fyrir að kaupi þessa í Inglot. Kaupi 2. Og ég á 2 frá þeim fyrir. Og elska þá. Þetta er bara svona, þetta er frekar líkt pigmentunum örugglega í MAC. Eða svona, þetta er svona... Jesus. Það er eina sýningur þetta. Þetta er svona alveg bara rautt, eða þannig. Það er einhver smá glans, já, sjáu þetta, svona rauðbleikt. Pretty! Og þessi er meira bara kopar. Ég dúdes, ég bara, þetta er, I love it. Svo dró yfir mig, ekki beint samt, ég fór alveg sjálfvilju, inn í þessa hérna búð. Ég ætla ekki að lesa þetta, af því ég veit ekki hvernig þetta er sagt. Þessi búð. Og þau, stelpan sem afgreiði okkur, hún spreyjaði einhverju á þetta blað sem var í pokanum og ég tíma ekki að henda því. Ef þetta er eitthvað ylva, þá verð ég held ég að kaupa það. Og þetta hérna er geðspennandi, þetta er eitthvað svona sturtu olía, maður eitthvað nuttar þessu og eitthvað og svo, þú veist, verður þetta æði, skiljið ekki. Og svo sá ég við borðið eitthvað, ég veit ekki eins og hvað þetta sé varasálu, ég bara held það. Ultra soft ball, en það hlýtur að vera. Lyktin, þetta er svo strumpanami. Guð, ég geti búið í þessari búð, það er svo góð lykt að henni. Ok. Ég held að ég sé búin að sýna ykkur allt sem ég keypti. Nei, já, en svo var eitt sem ég keypti áður en ég fór
Reykjavíkur og það var á lineup.is Mary Luminizer og hann very pretty. Hann alveg mega luminizer. Ég fílaði tætlur. Heyrðu, ég gleymdi einu. Ég keypti Smashbox primerinn. Ég held að þetta virki svolítið eins og Fix Plus. Eitthvað svona undir yfir eitthvað. Ég bara verð að prófa allt. Ég bara ef ég sé eitthvað nýtt þá bara, já, akkurat, ég á þetta ekki, ok, kaupum það. Nú held ég sé búin að sýna ykkur allt. Ég oft spurðaði einmitt, notar bara Sleek þegar þú farða og ég segi nánast, ég nota, þú veist, augnskuggan eins og ég keypti enga augnskugga núna. Ég nota bara augnskugga frá Sleek, kinnaliti og skyggingardæmi og nota ég langmest frá Sleek og Milani, en það ég að selja þessar vörur. Mér finnst það hrikalega góðar. Áður en ég fór að selja notaði ég Sleek rosalega mikið. En þetta vinnan mín og ég vil eiga, þú veist, það alltaf eitthvað nýtt að gerast í þessum heimi. Og það alltaf eitthvað nýtt að koma út og mér langar bara, þú veist, ég ætla ekki að vera einhver fílubóki heima sem nota bara Sleek. Og veit ekkert hvað að gerast. Ég bara elska þennan heim og ég vil bara eiga allt. Og ég bara elska, ég bara love it. Og þetta hérna frá lineup.is, skoðið það balm, flotta vörur og ég mjög ánægð með þessar fellow hérna netsíður. Ég búin að versla þeim öllum held ég, eða flestum. Ég búin að versla þessum aðal. Ég búin að versla Luminizer highlighterinn frá lineup.is, ég verslaði Fotia.is, verslaði ég 2 varaliti og hyljara og frá Nola.is keypti ég kremið þarna frá þú veist kremið, það snildarkrem og varaskrubb og ég elska vefverslanir og ég elska þessar íslensku vefverslanir. Áfram stelpur, áfram stelpur, áfram stelpur. Nú ætla ég að fara og gera annað vídeo þar sem ég mála mig. Takk fyrir að horfa, hlusta á bullið.